Góðan dag. Í þættinum í dag ætla ég að sýna ykkur aðeins varðandi viðhald á 3D-prentara og nota bara minn Prusa MK4 prentara sem dæmi, en svona heilt yfir þá ætti sömu hugmyndir að ganga yfir hvernig típu sem er á 3D-prentara. Svo kíkjum aðeins á það. Ef við byrjum að kíkja hérna prentarinn hjá mér, þá er ég með hérna Prusa MK4S prentara sem er prentari sem hefur reynst mér rosalega vel, en kíkjum aðeins á þetta. Hérna er prentarinn og hérna það er svona fyrsta sem ég vil benda á, og það sem ég þarf að gera með reglulega er að því að ég er með kísur hérna á heimilinu, þá safnast rosalega mikið hárum á þessa slá hérna og hérna upp og niður og hérna og einnig hérna fyrir prentflutin. Þannig að ég er reglulega bara með tísjupapir að þurrka hárin af þessum slám og smyrja þau líka í kjölfarið. Þannig að það fyrir prenthausinn, það sést aðeins hérna, svona ef ég færi þetta aðeins nær hérna, þá sjáum við þessi hár hérna sem að safnast hérna saman. Þetta er alveg klassist hérna út af kísunum og þetta er eitthvað sem ég þarf að gera reglulega. Og það, ég er svo sem aldrei lent í þetta trufli prentarann þannig að komi villumeldingu, en bara þetta smá saman safnast upp og byrja með og þess vegna er ég að hreinsa þetta reglulega. Þetta kemur hérna á alla þessa fleti og ég setu olíu hérna á þessa fleti og þar alveg safnast öll hárin. Kettinni labba hérna út í gegnum prentarann og hérna á milli og alla vegna og svo eru fljótandi hárin alltaf bara út út. Þannig að það er eitt atriði sem ég þarf að sinna vel, og til þess að smyrja þessa gura, þá er ég með til hérna bara keypt held í rúmfattalagarnum ekki rúmfattalagarnum heldur í verkvaralagarnum, bara svona svokallaða saumavél og olíu, og hún er svona frekar þunn og ég set hana hérna á þessa slár hérna uppi og niðri, hérna niðri og hérna. Og þegar ég geri það þá færi ég þetta svona fram og tilbaka, set bæði hérna aftanverðu og framanverðu og færi þetta nokkur sinnum, og sama þegar ég set þetta hérna þá færi ég setja ásinn upp og niður til þess að það færi olía hérna í legunar líka, og þetta ger ég til dæmis reglulega. Sjaldnar en stundum þá þarf maður að smyrja hérna þessa skrúfugaura hérna, og þá eins og þessu tilfelli er ég bara með hérna svona Prusa koppaviti sem að fylgir prentaranum, og þetta er svona frekar þunn koppaviti og ég set bara smá á hana hérna og færi svo ásinn upp og niður og hérna megin sem að líka, og þetta ger ég kannski 2-3 ári eða eitthvað, ég veit ekki alveg, það fer eftir hvað ég prenta mikið, en alltaf ekkert neitt rosalega oft. En ef ég tek eftir því að þetta er orðið mjög skítugt og komið mikið hárum, og þá fyrir þurrka það af og set smá dibbar á þetta og færi þetta upp og niður. Þannig að það er gott að eiga þessi 2 efni hérna til þess að sinna þessu. Svo er eitthvað sem að gerist að endanum þegar maður er komið með prentara sem hann kemur til ára sinna, þá eru allir efnið svona 2 viftur. Ein hérna svona vifta til þess að kæla heita endan, og í þessum prentara þá er þetta mjög þægilegt. Maður er með plugg hérna á prentplötunni sem er hér og getur rifið þetta í sundur og skipt viftuna, það er mjög þægilegt. En svo hérna eldri prentaranum mínum, MK3 prentaranum, þá er hérna heilug snúra sem maður þarf að þræða í gegnum hérna naflastrenginn sem kemur úr prenthausnum yfir í stýriborðið, og það er svolítið vinna og þá hef ég ekki þurft að gera það. Ég svo MK2 prentaranum sem var mjög gamall, 8-9 ára gamall, og þá er maður skipt þessa viftu nokkur sinnum og þá er ég farin að lóða bara vírana saman hérna í bakendanum í staðinn fyrir að þræða kapalinn sig alla leið. En það er gott að eiga viftu fyrir kælihausinn, og í þessu tilfelli er þetta öðruvísi vifta, en hérna er til þess vifta úr MK3 prentaranum, og þetta er sama. Þetta hef ég bara þurft að lóða saman. Þannig að núna í dag er þetta yfirleitt orðið þannig að það er einhver prentplata við prenthausinn og auðvelt að bara plugga þessum hlutum inn í, en þetta er svona fer eftir hvernig það prentar það út með, hvort þú þurfur að vera eitthvað að lóða, en stundum er þetta bara plugg, og algengt í dag að þetta er bara plugg sem pluggar saman, og það er tiltölulega þægilegt.
og til þess að gera þetta þá maður bara skrúa þetta aðeins í sundur og plugga réttu staðina. Þannig að það eitthvað sem maður getur viðbúið ef maður þarf að gera. Eins með eldri prentara þá hef ég þurft að skipta hitara og það bara elementið sem að fer í hitablokkina sem að hita filamentið og þetta ég nú ekki að loða saman svona hálfa leið, heldur bara þarf að þræða alla leið. Þannig að það gott að eiga svona hitara fyrir prentarann og sama með hitaskynjaran sem að skynjar hitan í hitaranum. Þannig að það gott að eiga vara svoleiðis fyrir þeim prentara. Þannig að þetta tveir hlutir. Svo þessi belti sem að drífa þetta system allt saman áfram, bæði upp hægra og vinstri og fram og tilbaka. Og þá getur verið að maður þurfa að skipta þau einhvern tímann og það endist nú öll í jöfnu tiltölulega vel, en einhverjum tímapunkti í lífi gamals prentara þá getur maður þurft að skipta þetta. Þannig að þetta gott að eiga. Og svo næst síðasta það eru legurnar sem að linear bearings heitir þetta, því hvað það er á íslensku, en ég á alltaf svona gaura til þess að geta skiptið með að vera svona grinding hljóð, svona hljóð í prent. Þegar maður gerir svona, þá eru legurnar orðnar leiðilegar og sérstaklega ef maður smyrðar ekki, þá þetta eitthvað sem ég hef þurft að gera á eldri prentara. Og í versta falli ef maður hefur ekkert sinnt því, þá eru smooth roads sem að ég hef líka endurnýjað á eins og MK2 prentarinn sem ég átti. Þetta fyrir MK3 prentarinn og þetta eitthvað sem maður getur þurft að skipta. En þetta allt saman fer rosalega eftir bara hvað prentarinn gamall, hvað maður notar hann mikið. Þetta ekki eitthvað sem maður gerir á fyrsta ári að skipta einhverja legur og eitthvað svoleiðis. Ég að tala 3 til 5, 6 ára notkun og þá það eitthvað sem maður þarf að skoða. Og ef maður smýr þetta vel og hreinsar óhreinindi eins og kattahár og svoleiðis rugl í burtu, þá heldur maður þessum prenturinn nokkuð vel við og viftur náttúrulega líka viðkvæmar fyrir ef það er hár og svoleiðis, það safnast í þeim og einhver álag á þær og þá skemmast legurnar í viftunum. Þannig að það eitthvað sem maður þarf að hafa í huga. Ef þú ert laus við þetta þá ertu kannski ekki að skipta um þetta og smyrja og þrífa jafn mikið eins og ég þarf að gera. En ég er með 3 kísur og þetta límist algjörlega við prentarann, þessi blessuðu hár. Þannig að það eitthvað sem ég þarf allavega að gera. En þetta var bara svona stutt yfirlit yfir hvað maður getur þurft sem viðhald á prentara. Þetta eitthvað sem maður getur fengið aðstoð líka við bara eins og ég á 3D-verk eða það sem maður kaupir prentarann. Þannig að ef maður treystir ekki sjálfur að sinna svona, þá er þetta að fá þjónustu þar. En þetta allavega það sem ég ætla að tala um í dag og þetta bara svona stutt og nett vídeó um þetta. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og við sjáumst bara í næsta vídeó. Takk fyrir mig. Bless.